Komið sælir og blessaði kæru krabbar. Ég ætla að segja hérna með stjörnumerkið ykkar, það að þið séu krabbar, það þýðir að þið eru með sól í krabba. Og ég ætla að lesa framvegis fyrir tungl og rísanda líka. Það er að segja, þetta er lestur fyrir þá sem eru með sól í krabba, tungl í krabba og eru rísandi krabbar og eða. Mér skilst að tungli og rísandinn séu líka, skiptir líka máli og séu svona höfuð afstöður í korti hjá fólki. Ég er ekki stjörnuspekingur, tek það fram, en þetta er svona bara það sem ég hef lært. Þannig að þó þú sért ekki með sól í krabba en ert kannski með tungl í krabba, þá geti þessi lestur verið fyrir þig og höfða til þín og fært þér jafnvel meiri skilaboð heldur en að þú væri með sól í krabba. Þannig að við höfum þetta sól, tungl og rísanda. Ok, en spilin þín eru komin á borðið og mér fannst svo skemmtilegt að þið skildu fá þetta hérna spil. Bara þið af öllum merkjunum og fá spil sem heitir krabbi. Já, svona er þetta stundum. Þetta er pínu endurtekið efni. Ég verð að viðurkenna það. Því að sko, ég er búin að draga hana dönu hérna, gyðjuna, allavega 2 svar. Þetta er í 3. skipti hjá öðrum merkjum. Og þessi gæi hérna, norðun, hún er líka búin að koma hjá einhverjum öðrum. Þannig að það eru svona ákveðin þemu í gangi, þó ég sé með marga stokka. Við byrjum á henni dönu. Hún er gyðja styrkingar eða sjálfstyrkingar. Hún er hérna til að minna ykkur á innri styrkin ykkar. Þið megið aldrei gleyma honum þó að það blási og ykkur finnst þið vera, já, hvað ég var að segja? Ég ætla að segja styrklaus. Maður segir það náttúrulega ekki. Ef ykkur finnst þið vera veik á einhvern hátt. Að ykkur skorti styrk. Reynið þá að horfa inn á við og hugleiða ef þið vill. Eða leita að þeim tíma í lífi ykkar. Þar sem ykkur fannst þið vera hvað sterkust. Og reynið að draga þann kraft til ykkar í daginn í dag. En Dana var írsk gyðja og orkan hennar er sterkust í lok júlí. Og hún á meira að segja ákveðin dag sem er sko 31. júlí. Ef að það segir ykkur eitthvað. Skilaboðin frá henni er í raun og veru að það er eitthvað gott að fara að gerast hjá okkur. Og ef þið eruð að leita eða hafið verið að leita að maka, þá táknar hún að sá maki mun verða maki til frambúðar. Það hefur eitthvað með mávana að gera sem að bindast lífstíðaböndum. Þannig að það eru bara skilaboð til ykkar og allt sem þið þurfið á að halda, þið hafið það innra með ykkur. Hún er með þarna lykil sem ég var að reyna að finna hvað táknaði. Já, eins og glugga í bókina hérna sem að fylgir. Jæja, skiptir ekki máli, ég ætla ekki að eiga tíma í það. En þessi lykill er sjálfsagt bara lykill að ykkar innri styrk. Allt sem þið eru að fara að takast á við núna, hvað sem það er, það á eftir að leika í höndunum á okkur. Með þessa gyðju með ykkur í liði.
það að hugsa sjálfa sig er mikilvægt, vill stundum gleymast í önnum dagsins og sérstaklega ef maður í því að hugsa mikið aðra. Úlfurinn hérna að minna ykkur á það að þið verðið aldrei sterk fyrir aðra nema að hugsa ykkur sjálf líka. Vetrar tíminn og vetrar orkan kemur hérna með þessu spili. Nú getur þetta átt við síðasta vetur sem var að ljúka nú eða næsta vetur. En úlfar eru þannig dýr að þeir leggjast ekki í hýði við veturinn eins og mörg önnur dýr, heldur eru bara aktífir allan veturinn að hugsa fjölskylduna ef þeir tilheyra fjölskyldu og finna fæðu. En stundum eru þeir einir nefnilega. Þeir eru líka fjölskyldudýr. Þannig að ég veit ekki alveg hvar þú staðsetur þig, krabbi, varðandi það. Hvort þú ert einbúakrabbi eða hluti af úlfafjölskyldu. Það getur verið að þú sért að undirbúa veturinn. Það er verið að tala sem ég sagði áðan, að hugsa sjálfa þig. Þú þarft kannski að undirbúa þig fyrir veturinn. Ef til vill veistu einhver verkefni sem bíða þín, sem að þú þarft að takast á við þegar það kemur. Og þá er gott að vera búin að sjá til þess að allt sé í lagi, sanga að sér hlutum sem þú færð not fyrir, nú eða að safna forða. Allavega að hafa sjálfan þig í eins góðu tipp-topp standi og hægt er, til þess að þú takist sem best á við komandi tíma. Ok, vetrartíminn er líka tími þegar náttúran sefur og ýmislegt kemur svo í ljós þegar að snjórinn hverfur og klakinn þiðnar. Þannig að eitthvað er kannski að fara að koma til þín sem að þú hefur beðið eftir en hefur ekki ennþá séð. Það búið að vera hulið, sem sagt. Vetrartíminn táknar líka ákveðna stöðnun eða ákveði hik. Andstæða við sumarið þar sem allt iðar af lífi. Ok. Þetta er svona skilaboðin í þessu spili. Svo er það krákuspilið hérna. Ég er ekkert að lesa þetta í einhverju ákveðinni röð, ég tek bara það sem kallar á mig. Release. Þetta minnir mér svolítið á veturinn líka. Það að sleppa því gamla, sleppa því sem er dautt og grafið. Þetta er ákveðin dauði og ákveðin endurnýjun í þessu spili. Þegar við göngum í gegnum sorgarferli til dæmis, þá kemur að því einhvern tímann í ferlinu, og þetta þekkjum við flest sem höfum gengið í gegnum miklar sorgir, mist ástvini eða annað álíka. Það kemur að því í ferlinu að þú bara getur ekki sýrt meira. Þú verður að sleppa takinu og stíga bara skrefin áfram í staðinn. Þetta spil er komið hingað til að segja þér það að nú er tími til að standa upp og sleppa einhverju sem að hefur íþyngt þér eða haldið tilfinningunum þínum í heljargreipum. Komið tími til að halda áfram, taka skrefin áfram. Því að það sem þú hefur haldið í hingað til, það gagnast þér ekki lengur. Kannski er eitthvað sem stoppar þig í því að sleppa tökum. Þá þarftu bara að skoða það vel. Og best er ef þú finnur það hjá sjálfum þér að það
sé kominn tími. Þetta spil er allavega ábendingum að tíminn sé kominn. Eitt af því sem við höldum oft í, það er þægindarammin okkar. Þessi blessaði þægindarammi sem við byggjum í kringum okkur á þess að vita af því oft. Það er líka tími til að stíga út fyrir hann leið og þú sleppir gömlu eða bara hreinlega sleppir þægindarammanum. Þetta getur verið þægindarammin sem þú þarft að sleppa tökum á. Stíga út úr honum, stíga út í eitthvað nýtt, taka einhver skref, gera eitthvað sem þú hefur aldrei gert áður, gera eitthvað sem þú ert hræddur við að horfast í augu við. Tala við fólk sem að þú veist þú þarft að tala við eða vilt tala við en þig hefur skort kjark hingað til. Þægindarammin heldur okkur óvirkum oft á tíðum. Ekki misskilja mig, það er mjög gott að gefa sjálfum sér tíma til að njóta þæginda. En það verður alltaf að vera flæði. Það kemur alltaf svo tími að maður verður að standa upp og hrista af sér. Stundum slen, stundum gamla vana. Þegar maður er orðinn þræll vanans, þá er kominn tími til að breyta. Ég sé þig blómstra, krabbi góður, þegar þú stígur þetta skref. Svo er það spilið þitt hérna, krabbaspilið. Það talar í harmoníu við þægindarammaspilið. Því þar stendur nefnilega consider the unconventional. Það er að segja, gefðu því óhefðbundna séns. Eitthvað sem þú þorir ekki að gera, prófa, segja, gefðu því séns. Hvað er að versta sem gæti gerst? Svo er það með marga krabba líka þeir labba út á hlið eða svona einhvern veginn ég veit ekki hvað ég á að segja, krabbla sig út á hlið. Það er þetta að stundum getur verið gott að fara aðra leiðir að málum. Hérna getur verið gott að fara kannski út á hlið. Kannski er einhverja hliðardyr á blessuðum þægindarammanum sem þið gætu prófa að stíga út um. Maður þarf ekki alltaf að fara full steam ahead. Það er hægt að fara aftur og bak og það er hægt að fara til hliðar. Eða í kringum einhverja svona krókaleiðir, sko. En maður kemst kannski samt sem maður alltaf að takmarkinu. Þannig að fara óhefðbundna leiðir, fara út úr rammanum, taka það sem er óhefðbundið inn í reikningin, og vera ekki feimin við það. Muna það að þú hefur ógrynja styrk yfir að ráða. Þú ert með gyðjuna með þér sem er gyðja styrkingar. Hugsa sjálfa þig, sýna sjálfu þér, blíðu, umhyggju. Búa þig ef til vill undir vetur. Þetta getur líka verið, sko að úlfurinn tákni það að koma undan vetri og hvernig þú kemur undan vetrinum. Slepptu tökum á þessu gamla. Hvort sem það er bara lítið skref, ávani, eða stórt skref eins og flutningar eða ný vinna fyrir suma. Eitthvað slíkt. Skoðaðu aðeins lífið þitt. Hvað ertu að halda dauðahaldi í?
hvað gagnast þér ekki lengur? Hvar er komin tíminn fyrir endurnýjun? Er komin tíminn fyrir endurnýjun á hugsanirnar? Eitthvað innra með þér? Er komin tími kannski að endurnýja eitthvað á heimilinu þínu? Eitthvað sem þú hefur aldrei dauðahaldi í? Gamli hægindastóllinn sem er næstu farin að labba sjálfur? Eða eitthvað óþægilegt horn sem þú þarft alltaf að skáskjóta þér til að komast? Er ekki bara komin tími til að færa blessað borðið eða hvað það er sem stendur fyrir eða hreinlega losa þig við það? Þetta eru myndirnar sem kom í hugan á mér við þessar pælingar. Kæri krabbi, í einhverjum tilvikum getur þetta verið manneskja sem þú þarft að losa út úr lífiðinu. Ég óskaði bara allsins besta með það. Það er spenna hérna í loftinu yfir þessu óhefðbundna sem ég veit að þú ætlar núna að fara á fullt í að skoða og prófa. Ok, kæri krabbi. Ef þú vilt persónulega lestur, þá bara finna mig miðlun og heilun á Facebook og senda mig skilaboð gegnum Messenger. Annars óskaði ég þér bara allsins besta með þetta allt saman. Það hljómar mjög spennandi. Ljós og kærleikur.